Störfan breyta mjög miklu fyrir samfélag og sérstaklega út á landi og það svona eykur flórunu af velmenntuðu og svona velmenntuðu fólki sem vill koma og búa í öðruvísi umhverfi. Ég held að við getum líka sagt að þetta verður svona frjórra samfélag sem getur orðið til með þessum hópi og svo það nú bara þannig að stundum skiptir það máli fyrir fólk á einhverjum tímapunkti fjölskyldur að búa í svona hægara umhverfi. Það sem kannski ódýrara húsnæði, nær ættingjum eða maki með vinnu sem með staðsetningu. Þannig að þetta getur breytt alveg ótrúlega miklu, sérstaklega í minni samfélögum. Það gerir mjög mikið fyrir samfélagið. Ég held að störfan sé ein besta byggða aðgerð, ef við viljum tala það þannig, sem við höfum fengið lengi. Við sjáum það ennþá betur og betur með tækninni og öllu því að okkur gefst tækifæri til þess að búa og vinna hvar sem er. Þannig ég held að störfin, þessi sýn núna sé á þeim stað. Við höfum oft farið á stað með þetta. Ég held að núna höfum við aldrei haft annars tækifæri til þess að dreifa störfunum sem víðast land. Fyrir samfélagið almennt og fyrir samfélagið út landið breyta störfanstaðsetningar því möguleikum fólks til starfa. Þetta breytir möguleikum fyrir háskólamenntað fólk, þetta gefur tækifæri á miklu fjölbreyttari störfum í raun og þetta gefur fólki kost á sem kannski frekar sérhæft til að fá störfið sitt hæfi í heimabyggð. Og þetta skapar svona öflugri og fjölbreyttari samfélög og þetta getur mögulega ýtt undir ákveðna sérhæfingu svæða ef svo ber undir. Þannig að þetta breytir mjög miklu fyrir byggðirnar í kringum allt land. Sóknarfærin liggja vissulega í að fjölga þessum störfum sem eru án staðsetningar og ég held að það séu mun fleiri störf sem geta verið án staðsetningar en eru í dag og þetta á svo miklu frumstigi og frumþróun þessi hugsun. Og bara fyrir svona 5 árum síðan þá var, og í raun og veru styttri tíma, þá ekki hægt að ræða þetta og sérstaklega ekki hjá hinu opinbera. En ég held að það sem mun fleiri störf vera án staðsetningar og það getur verið þá í báða átt, í bæði suður og út á land og jafnvel til útlanda, að starf fylgi þá starfsmanni jafnvel þó hann flytji og ætli að breyta til. Þá ertu svona með ákveðna samfellu í starfsmannahaldinu. Þannig ég held að þetta skiptir rosalega miklu máli og þetta líka umhverfisvænt. Það jafnvel ódýrara húsnæði út á landi heldur en í Reykjavík. Þú ert að stytta ferðatíma fólks, þú ert að auka lífsgæði og ég held að það sé alveg ótrúlega mörg sóknarfæri sem eru þarna til staðar. Það sem ber að varast að hafa að koma fólkinu fyrir með öðrum, að það sé samfélagi við annað fólk og það sé með öðrum, þannig að það verði ekki til svona einmenningsstöðvar og það svo hættulegt. Það kóðnar fólk niður, það ekki í þessari dýnamík sem þú þarft að vera með á vinnustað. Þannig að ég held að þó það sé rosalega gott að geta unnið heima og verið svona pendlað á milli, þá skiptir það máli líka að vera með öðrum, vera í samfélagi manna. Sóknarfærin okkar núna, þetta er svolítið skrítið að segja að þessir veirutímar, blessuðu veirutímar sem hafa reynt á okkur öll og samfélagi heild, en það hefur líka gert það að verkum að það hefur komið í ljós að það skiptir kannski ekki höfuðmáli hvar við búum upp og hvar við ætlum að vinna. Tæknin hefur þotið áfram, bara hugsunarháttur okkur hefur breyst. Þannig að sóknarfærin liggi því núna að taka, þegar við sjáum nú fyrir endan á verinu, að taka lærdóminn, taka umgjörðina og færa hann yfir í þetta. Ég hugsa að við þurfum kannski að varast sem til það að við þurfum að gera umgjörð störfin út land. Þannig að fólk geti gengið inn á vinnustað. Ég horfi á klasa eða samvinnuhús og hvernig við getum undirrennt stoðum undir það slíkt rísi sem víðar. Þannig að fólk eigi sér samt vinnustað, borsi frá hvar það vinnur og leið samfélag, tengslanett. Þar séu hluti, við þurfum að varast það kannski að horfa á þannig að þetta verði bara einmenningsstörf, við þurfum líka að gefa fólki tækifæri að blanda saman við aðra. Sóknarfærin liggja í raun og veru í því að sem flestar stofnanir sjá sér fært að auglýsa störfanstaðsetningar
og nýti sér í raun starfskrafta fólk sem vill búa á fjölbreyttum stöðum út um allt land. Tækifærin þau felast líka í í raun hugarfæri nýsköpunar og í því að hagnýta tæknina til þess í raun að geta nýtt, í raun boðið fólki út um allt land að notfæra sér alls konar aðstæður. En það felst ákveðin tækifæri líka í að tengjast nærumhverfinu, tengjast umhverfinu sem að þú ert í og eru þetta getur skapað möguleika á samstarfsverkefnum, milli stofnana, þverfagleg verkefni og ýmislegt fleira. En þetta líka skapar tækifæri að skapa þekkingar umhverfi og þekkingar vinnustaði mun víðar um landið heldur en er. Og það sem ber að varast helst ef við fer út í það, að höfuðstöðva hugsun er rosalega vond. Og við eigum bara ekki við eigum að vera, ég tel að við eigum að reyna að tileinka okkur betur bara dreifðastarfsemi. Þannig að við hættum þessari höfuðstöðva hugsun og við tileinkum okkur bara að dreifa starfsemin okkar sem víðast, þessari opinberu starfsemi sem er í landinu. En það er líka það að útbúa ekki nógu góða starfsstöðvar. Starfsstöðvarnar þurfa að vera almennilegar, þær þurfa að vera vel tækjum búnar og það þarf að hugsa starfsfólkið á hverjum stað, það þarf að vera samræmi í því, hvernig er hugsað starfsfólkið. Það þurfa líka að við líka þurfum að varast ákveðin við og þið hugsunarhátt. Já, sóknarfæri umhverfisstofnunar eru ótrúlega mikil. Ég þekki það bara frá þeim tíma ég var bæjarstjóri í Vesturbyggð að þá stofnaði umhverfisstofnun starfsstöð á Patreksfirði og það var ótrúlega dýrmætt fyrir ekki bara Vesturbyggð og sunnanverða Vestfirði heldur að sjálfsögðu friðlöndin sem eru á þessu svæði og það varð einhvern veginn önnur hugsun hjá fólkinu og það fór að skilja betur mikilvægi friðlanda og umhverfisverndar og ýmislegs annars. Það var ekki síður þannig að þú ert að bregðast við mismunandi þörfum þinna starfsmanna. Það er örugglega stór hluti starfsmanna umhverfisstofnunar sem gæti vel hugsað sér að búa út á landi og vera í fámennu og vera nær náttúrunni heldur en er í dag. Og mér ég upplifði þetta með svo ótrúlega jákvæðum hætti að hafa umhverfisstofnun bara í bakgarðinu og vera í daglegum samskiptum við starfsmenn umhverfisstofnunar. Það varð ákveðin dýnamík okkur á milli líka sem ég held að skipti ofsalega miklu máli fyrir stofnun eins og umhverfisstofnun. Að vera í þessari nálægð við samfélagið og við sveitastjórnunar sem er á staðnum. Ég held að umhverfisstofnun sé náttúrulega kannski eina af þeim stofnunum sem hvað mitt best á færi í þessu því að starfsemi hennar náttúrulega liggur um allt land í umsjón með svæðum og verkefnin eru svo víða. Þannig að sóknarfæri fyrir umhverfisstofnun er að færa fólki sitt nær verkefnum sem þau vinna með, ná betri samþættingu við allt samfélag á landinu. Þannig ég held að sóknarfærin hjá umhverfisstofnun séu fleiri heldur en fyrirstöðurnar. Þannig ég held að umhverfisstofnun eigi núna sem aldrei fyrr möguleika á það að auglýsa öll sín störfnastaðsetningar og ná góðu heildstæðum tengslaneti eða neti all land með verkefnunum sínum, með samfélagunum til þess að ná ennþá betri þessu vinsalorði samtali við okkur öll. Ég held að þar séu sóknarfærin gríðarlega mikil í að skapa fyrirmyndir, í að tengjast nærumhverfinu, búa til verkefni sem eru þá tengt umhverfinu á hverjum stað og líka með því að gera það, þá getur umhverfisstofnun líka búið til miklu fleiri varðmenn náttúru, umhverfis og samfélags með því að tengjast skólu, með því að vera fyrirmyndir. Þessi starfsmenn eru líka fyrirmyndir fyrir unga fólkið okkar sem að sér þá hvernig störf er hægt að vinna út um allt land. Þarna eru fjölbreytt störf sem að er kostur á að vinna alls staðar. Þarna í unga fólkinu, í samfélagunum og í nærumhverfinu eru tækifæri umhverfisstofnunar.